Viðar Ingólfsson vægast sagt gegndrepa hér eftir áslíti í 12. Viðar en þú vælir ekki undan því sigur á Maístjörnu, þú lítur að vera kátur. Já, við erum bara, frekar sátt til daginn sko. Einkunnin 8.78, þú segir mér þetta sé í þriðja skipti röð sem þú rýður þetta í áslítum. Já. Er það ekki skár en að fara niður á því allavega? Jú, það er það, en við ætlum að fara enn og hærra í sumar. Já. Það er bara þannig. Hvað er það sem að Maístjarna hefur að bera til þess að verða 12. í fremstu röð? Ég held hún hafi bara allt til þess að bera. Já. Að vera eins og hún er sko. Hún er náttúrulega með 10 hektöld og 9-5 töld og er náttúrulega bara einstakur töldari. Já. Það er bara þannig. Nú er Íslandsmótið kannski örlítið seinna en vanalega fram í ágúst. Hugar að því við þjálfun hennar að toppa hann á þeim tíma eða? Já, ég held að við þurfum nú bara að byrja á því að breyta þessu með þetta Íslandsmót. Færa þetta fram í júlí til þess að við fáum bestu hestan inn á Íslandsmót. Þetta er náttúrulega bara vitleysa. Og það er fullt af mönnum sem að þurfa að halda hrissum og sem að þeir myndu kannski koma með og stóðhestar sem að þurfa að komast í hólf. Þannig að ég held að það fyrsta sem við höfum að gera er að fara að færa það fram í júlí. Svolítið seint að vera með Já, það er bara vitleysa, það er bara komið haust. Já. En sigur hér ánægður með íþróttamót Sleipnis og steinni í áslítum með 5 gangi með Sægrím. Já, ég var bara ánægður með Sægrím fyrsta móti okkur og förum yfir 7 núna í úrslitum. Þannig að við vorum bara frekar sáttið með það og flott mót fyrir utan bara þessa svakalegu rigningu í dag. Já, það var ótrúlegt hvað völlurinn náði samt að halda þrátt fyrir allt. Já, hann hélt ótrúlega vel. En Viðar, til hamingju með sigurinn hér í 12. með Maístjörnu og árangurinn á mótinu, hlökkum til að fylgjast með þér í sumar. Já, takk fyrir.